lífrænt frá Englemar. Netto. Nám í ævintýraleiðsögn á nefa eitt lífilegasta námi hjá Keili af Ásbrú. Orðað tiltæki, það leikur að læra, tekið alla leið. Hilmar Bragi kynnti sér málið. Í hratt vaxandi ferðaþjónustu á Íslandi aukin krafa fjölbreyttari afþreyingu fyrir ferðamenn. Ævintýraferðamennska verður sífellt vinsælli og nú býður Íþróttaakademía Keilis á Ásbrú upp á leiðsögunám í ævintýraferðamennsku í samstarfi við kanadíska háskólann Thomson Rivers University. Hjá Keili hægt að taka 8 mánaða nám sem bæði verklegt og bóklegt. Verklegu hlutarnir kenndir á haustin og vorin en bóklega námið yfir háveturinn. Sjónvarp Víkurhetta tók hús á Keili og ræddi við Ragnar Þór Þrastason sem leiðir ævintýraleiðsögunámið hjá skólanum. Verklegu áfangarnir fara fram á mismunandi stöðum á landinu, við ferðumst vítt og breitt landið og gönguferðirnar okkar fara fram á Syðra Fjallabaki, sjókajakferðirnar okkar fara fram á Stykkishólmi og fjallamennsku námskeiðin í Skaftafelli, þannig að við erum svona hingað og þangað landið allt árið eða allan veturinn. Og bóknámið hérna í Keili á Ásbrú? Bóknámið hérna í Keili á Ásbrú og svona nýmóðins, má segja dálítið. Við notum speklaða kennslu töluvert og reynum að styðja okkur dálítið við það. Þannig að nemendur okkar að horfa á fyrirlestra á netinu og mæta síðan hingað í skólan í svona ákveðna vinnubúðir þar sem þau vinna verkefni í hópavinnu. Hvaða fólk að sækja í þetta nám? Þetta alls kyns fólk. Það er allt frá því að vera ungt fólk svona rétt tvítugt og alveg upp í það að vera fyrirtækjaeigendur í ferðaþjónustu sem að vilja afla sér meiri réttinda og meiri reynslu sem leiðsögumenn á þessu ævintýrasviði, eins vítt hugtak og það er. Er þetta strákar eða stelpur? Meiri hlutin eru strákar hjá okkur í dag. Við erum með 4 stelpur en við viljum auðvitað sjá miklu fleira kvenfólk hjá okkur og stelpur eru eftirsóknarverðir leiðsögumenn og konur yfir höfuð og okkur langar að sjá miklu fleiri konur í þessu starfi sem ævintýraleiðsögumenn á Íslandi. Hvernig kom þetta nám til? Þetta nám kom til að svona skemmtilega röð atvika sem þetta kom til. Forstöðumaður Íþróttaakademíunnar hringdi í mig og tjáði mig það að hún langaði að byrja útvistarnám hérna á landi og ég hafði verið með þessa flugu í hausnum í mörg ár og ætlaði að gera þetta sjálfur og hafði klárað mína menntun úti í Kanada hjá Thomson Rivers University í Bresku Kólumbíu í Kanada og við höfum samband við þá og bara á 8 mánuðum að þá rúllaði boltinn þar hratt af stað að við byrjuðum með Adventure Sport Certificate námið hjá Keili núna í vor 2013. Hversu yfirgripsmikið þetta nám? Hvað tekur þetta langan tíma og annað slíkt? Þetta 8 mánuðir, námið 8 mánuðir en það fyrsta árið. Þannig að fólk getur tekið þess 8 mánuði og sagt skilið við námið eftir það og unnið sér inn þessar 30 ECTS-einingar eða háskólaeiningar eftir það. En nemendum okkar býðst það einnig að taka annað ár og bæta þá við 30 einingum ofan á þessar 30 sem að tóku hérna heima. Og það gert úti í Kanada. Hvaða réttindi veitir þetta nám fólki? Þetta veitir fólki réttindi svona sem alhliða ævintýraleiðsögumenn, hvort sem það eru gönguleiðsögumenn, flúðasiglingar eða aðstoðarleiðsögumenn á skriðjöklum og svona björgunar réttindi einnig í straumvatni. En heilt á litið að þá þetta nám sem opnar hugan hjá fólki mjög mikið og sýnir þeim hvaða möguleika við höfum heima í ferðaþjónustu sem eru gríðarlega miklir. Ekki raunu farið að gera kröfur að leiðsögumenn hafi þessi réttindi í veskinu? Jú, algjörlega og það eigum við að gera hérna heima miklu meira og eigum að vera grimmari í því þó svo að við eigum að stíga hægt í jarðar og gera þetta skipulega frekar en að drífa okkur í það í að setja stimpla og allt. Þetta þarf allt sama tíma og ferðaþjónustan heima að vaxa svo hratt og það er mikil eftirspurn eftir svona námi og hérna heima og við fögnum þessu námi sem við erum byrjuð með hérna hjá Keili en
En eins og ég segja þá þurfum við að stíga hægt til jarðar og finna hvað hendar okkur hérna heima, hvað réttindi við eigum að taka hingað heim og það eru svo mörg fordæmi út í heimi sem við getum nýtt okkur hérna heima. Við eigum að taka það besta og nýta hérna á Íslandi. Hvaðan eru nemendurnir sem eru með núna að koma og hvaða bakgrunn hefur þetta fólk? Nemendur eru að koma vítt og breytt af landinu. Það eru svona flestir héðan af suðvesturhorninu en einhverjir að austan og vestan. En allt þetta Íslendingar hjá okkur þetta árið sem mjög skemmtilegt. Bakgrunnurinn hjá þessu fólki mjög víður og þau læra gríðarlega mikið innan hópsins og ekkert síður heldur en af kennurum námsins. Þau eru 16 nemendur í náminu hjá okkur og þau læra gríðarlega mikið á hvort öðru. Þau eru alveg frá því að vera venjulegt útvistafólk sem langar að vinna í iðnaðinum og allt upp í það að vera fyrirtækjaeigendur sem hafa verið í geiranum í 15 ár. Þannig að grunnurinn og reynslan innan hópsins gríðarlegur. Eru björgunarsveitirnar góðu grunnur í þetta? Björgunarsveitirnar eru gríðarlega góðu grunnur í þetta og að vera menntaður hjá Landsbjörgu sem viðbragðsaðili vissulega mjög góðu grunnur. Þó svo að við tökum svo annan vinkil á þetta hérna og menntum fólk sem leiðsögumenn fremur en viðbragðsaðila. Ef að fólk sýnir nú þessu námi áhuga hvert á það að leita og hvenær hefst kennsla aftur? Við erum nú byrjaðir að taka inn nemendur fyrir næsta ár og erum byrjaðir að kynna námið hérna erlendis líka, hérna í nágrannalöndum okkar eða frændaþjóðum, í Noregi og þar í kring. Fólk getur leitað á heimasíðu hjá Keili, þar getur það smellt á okkar logo innan heimasíðunar hjá Adventure Sports Certificate og sótt þar. Það alltaf hægt að senda mér tölvupóst líka á ragnar.thor@keilur.net og bara hringja og vera í sambandi. Við tökum öllum fyrirspurnum opnum örmum. Það ríkti mikil gleði hjá Grindvíkingum eftir að þeir tryggðu sér bikarmeistaratitilinn í körfuknattleik á dögunum. Sjónvarp Bíkafrétta fór í Laugardalshöllina og fylgdist með stemningunni. Bikarúrslitaleikurinn í körfubolta er einn stærsti viðburðurinn í íslenskum körfubolta á hverju ári. Íslandsmeistarar Grindavíkur hafa hins vegar ekki riðið feitum hesti í viðureignum sínum þar undanfarin ár, þrátt fyrir að hafa komist í Laugardalshöllina í þennan stóra leik og tapað síðustu 3 og 4 af síðustu 5 leikjum. Nú voru Írringar og Breiðholti andstæðingar Grindvíkinga, en þjálfari þeirra Suðurnesjamaðurinn Örvar Kristjánsson sem sjálfur hefur orðið bikarmeistari með Njarðvík. Að venju var stemningin mikil í höllunni en stuðningsmenn beggja liða fjölmenntu og héldu uppi stuði og fjöri allan tíman, klæddi liti félaga sinna. Leikurinn var skemmtilegur og jafnfram í miðjan seinni hálfleik, en þá tóku Grindvíkingar til sinna ráða og gerðu út leikinn með góðri baráttu og sterkri vörn. Sigurður Þorsteinsson var valinn maður leiksins en skemmtileg innkoma hins unga Jóns Axels Guðmundssonar vakti verðskuldaða athygli. Fögnuður þeirra gulu var ósvikin í lokin og stóð langt fram á nótt í Grindavík. Við kláruðum þetta ekkert endanlega fyrir svona frekar seint í leiknum og bara frábær liðsigur þar sem að menn áttu sína kafla í leiknum og Siggi Þorsteinsson náttúrulega frábær í seinni hálfleik. Jón Axel náttúrulega kom með þvílík stóra körfu og spilaði hörkuvörn á bakvörðinni á þeim og bara ég geti talið upp endalaust. Það voru bara allir virkilega að skila sínu. Þeir hristu þennan draug af ykkur, þannig að nú voru þið komin á sigurbraut. Já, ég meina það er allavega síðasta ferð hjá Grindavík í höllina, þá fóru þau til að ná í bikarinn 2014.
Þið hristu hennan draug af ykkur að vera búin að tapa hérna undanfarnar skipti. Já, ég fór inn í skáp í dag og skoðaði metalviðbragðið í fyrra og hún alveg dugði þess að hrista hann í burtu. Ætluðu þið ekki að tapa enn einu sinni? Við vorum ekkert að spá í því, við vorum bara að mæta í leika og til að vinna hann. Ef maður fer eitthvað að hugsa um sögun og eitthvað, þá er maður bara komin í eitthvað rugl held ég sko, þannig að þá bara skoða hvað þeir voru að gera í þessum leik og berjast meira en þeir og spila betur í vörn og þá uppskýrir maður sigur. Er hann þungur þessi? Já, hann er mjög þungur. En mjög sætur er það ekki? Jú, virkilega, þetta er alveg saman hvernig bikar lít út, þeir eru alltaf bara sætir og flottir. Varst þú í öllum hinu tapleikjánum? Já, ég var líka þeim, hann að, já. Hver er munurinn? Það er bara, hellingsmunur sem er ólýsanlegur. Það er bara, já, hellingsmunur. Sigurvingin þakkar KK í kæra fyrir daginn, óskar Haukum og Grindavík til hamingju með sína bikarúrslitatitle og öllum sem aðkomu í dag. Takk fyrir í dag. Eins og við greindum frá í síðasta þætti frumsýndi Vox Arena söngleikinn Dirty Dancing í Andrews menningarhúsinu á Ásbrú. Sýningunum var vel tekið og var haldin aukasýning fyrir nær fullu húsi. Sérstök styrktasýning fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja var haldin og söfnuðust alls 414.000 krónur. En aðgangseyrir rann óskiptur til stofnunarinnar en féð verður notað til tækjakaupa fyrir hana. Halldór Jónsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, þakkaði kærlega fyrir hönd HSS og virtist hann vera örlítið klokkur yfir hlýhug FS-inga. Við endum þáttinn í kvöld með myndskeiði úr söngleiknum Dirty Dancing. Við þakkum fyrir áhorfið en við mætum að viku liðinni með nýjan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Hægt er að fylgjast með nýjustu fréttum frá Suðurnesjum á hverjum degi á vef Víkurfrétta www.vf.is. Við þakkum fyrir okkur, verið þið sæl. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is. Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Það styttist í golfsumarið. Fréttir af golfi alla daga. Kylfingur.is